mega lýðheilsufræðingar þjóðarinnar loka eyrunum og jafnvel skipta stöð en ég ætla að gera þá uppljóstrun hér í beinni að ég hef verið að kaupa mér svolítið nammi núna síðustu daga aðeins meira en yfirleitt vegna þess að ég var erfitt með að horfa á spennandi handboltaleiki á þess að seilast í nóakroppið eða eitthvað og ég sé ekki betur en að nammið sé dýrara en það var fyrir jól og muni kannski 20-30 krónum oft það nú kannski ekki stærsta málið kanntu að hugsa mögulega þér sem neytanda meira andum það að maður ræði olíufélögin og eitthvað svoleiðis en kannski hægt að ræða þetta tvennt og hann komin hingað hann Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum Blessaður Breki. Góðan daginn. Ertu til í að bregðast við hérna áhyggjum mínum að ég nammið sé aðeins að hækka í verði? Er allt á smá skriði? Er hægt á aukinni verðbólgu? Ég svo sem hef ekki fylgst með verðinu á nammi en við okkur hefur borist tilkynningar hjá Neytendasamtökunum að magn vöru hafi minnkað að verslanir hafi eða framleiðendur hafi minnkað magn og sérilagi sælgætis og það kallað bara magnskerðing en haldið verðinu hinu sama þannig að það er raunhækkun á sælgæti sem við höfum orðið vör við hjá Neytendasamtökunum. Já, sko við höfum öll miklar áhyggjur af verðbólgunni og síðasta mæling var hróðaleg og í rauninni allt plan ríkisstjórnarinnar meira og minna háð því að verðbólga lækki og við viljum sjá vextina halda áfram að fara niður og svona en hvernig horfir? Já, það er bara eins og þú segir, við erum mikið undir því að verðbólgan fari niður og rauninni verður ekki búið við þessa verðbólgu sem virðist vera endalaus og mér líður svona eins og þetta sé svona Groundhog Day við höfum átt þetta spjall áður að við erum með hæstu raunstýrivexti í Vestur-Evrópu við erum með háa verðbólgu, háa viðvarandi verðbólgu og raunstýrivextirnir virðast ekkert ætla að bíta og við höfum svo sem sagt það oft að gera alltaf sama hlutin, hækka stýrivexti til þess að berjast við verðbólgu og ekkert gerist það að gera alltaf sama hlutin og bjóðast við annarri niðurstöðu það stapar nærri sturlun og það náttúrulega það ekki það sem þarf held ég til þess að ná niður verðbólgunni við erum búin að reyna það við erum búin að reyna að hækka stýrivexti hér upp úr öllu valdi til þess að takast á við verðbólguna það eru aðrir þættir sem þarf að líta til það eru og þá horfi ég sér í lagi á ríkisútgjöld og á fyrirtæki sem eru endalaust að ýta út verðhækkunum út í samfélagið. Já. Sko, eitt af því sem hefur verið gagnrýnt núna undanfarið líka auglýsingaflóðið, svo ég haldi mig við H&M. Þetta náttúrulega dagar víns og rósa, getur maður sagt, eftir sigurleikinn í gær, að það er kvartað undan óhólu auglýsingamagni hjá RÚV sem jafnvel kemur í veg fyrir að við getum notið umræðu í hálfleik eða eitthvað svoleiðis þegar vel gengur og svoleiðis. Það mikið auglýst auglýsingakostnaði eru dæmi það að menn hann fari út í verðlag? Ég held að náttúrulega allur kostnaður fyrirtækja endara út í verðlaginu og það eru við neytendur sem kaupum og borgum fyrir það á endanum alltaf þannig að og það er ekkert nýtt en á sama skapi verða náttúrulega fyrirtæki að koma sínum vörum á framfæri og nýta þá þetta tækifæri til að gera það í kringum vinsæla dagskrárliði þannig að það út af fyrir sig er ekkert óeðlilegt. Nei, meinsemdin kannski svolítið sú eins sem gömul saga að ef við viljum snúa okkur eitthvað annað
til þess að mótmæla einhverju verðlagningu, þá sá valkostur oft ekki augljós. Það fákeppnin. Já, það bara því miður þannig að við búum hér á Íslandi, það sem eru 3-4 fyrirtæki hituna á flestum sviðum. Og það eitthvað sem við búum við og það eitthvað sem við þurfum að díla við líka og þess vegna svo mikilvægt að við séum öll á varðbergi og við veitum öll viðspyrnu og veitum fyrirtækjunum virkilegt aðhald. Það líka mikilvægt að eftirlitsstofnanir séu í stakk búnar til þess að geta haldið að fyrirtækjum lögum og reglum og þannig að samkeppnislög séu haldin, þannig að neytendalög séu haldin og svo framvegis. Talandi markað þar sem 3 eða 4 félög eru ráðandi, við skulum þá bara vinda okkur í olíuna. Bensínið, það verður kerfisbreytingum áramótin, þar sem að tekið upp kílómetragjald og það var höfðað til ákveðina siðsemi olíufélagana og maður hugsaði nú strax eða á að gefa olíufélagunum eitthvað slaka til þess að, og það hægt að menn eru farin að tala siðsemi olíufélagana, þá getur það ekki enda vel. Enda skildist mér á Runólfi hjá FIB fyrir nokkrum dögum að verðlagning olíufélagana hefði aldrei verið hærri. Þeir hefðu aldrei í rauninni hegðað sér svívirðilegar en nú. Er það þitt mat líka? Náttúrulega það sem gerðist á áramótin var að bensíngjald lagðist af og í þessi stað var tekið upp kílómetragjald sem við sjálfa að standa skil á í hverju mánuði. Bensín verður lækkaði svona 90 krónur sem alveg svona svipað og bensíngjöldin höfðu verið áður en það sem Runólfur, FIB og verðlagseftirlit ASI og fleiri hafa bent á að álagningin á hvern bensínlítra hann var mun hærri við áramót heldur en hann hafði verið undanfarin ár. Bensínfélögin hafi notað tækifærið og smám saman hækkað álagningu sína og þannig að álagningin, þannig að lækkun til dæmis á heimsmarkaðsverði á olíu hefur ekki skilað sér að fullu til neytenda. Og það eitthvað sem ég veit að samkeppniseftirlitið að skoða og ég veit að verðlagseftirlit ASI að skoða og FIB. Við höfum ekki haft tækifæri neytendasamtökin til þess að leggjast ofan í þessa reikninga en þessi 3 aðilar eru að skoða þessi mál. Og mér finnst það góðar fréttir að samkeppnisyfirvöld séu að skoða þetta. Algjörlega og það náttúrulega mjög mikilvægt að eins og ég sagði áðan að í fákeppnisumhverfi að eftirlitið sé sterkt. Við þurfum virkt eftirlit með virkri samkeppni. Já. Eru aldrei fundir á milli til dæmis neytendasamtakana og þeirra sem eru yfir viðskiptalífi landsins? Jú, það alveg þannig og en bara þess bara geta líka, við höfum hitt líka samkeppniseftirlitið og FIB og verðlagseftirlit ASI og fundað bara nákvæmlega þessi mál. En ég hef haft það fyrir sið að frá því að ég tók við sem formaður neytendasamtakanna fyrir 7 árum síðan að á hverju ári hitti ég forsvarsfólk svona 30-40 stærstu fyrirtækja landsins og bara svona til þess að koma á samtali og koma á einhvers konar sambandi milli neytendasamtakana og fyrirtækjana og ég get alveg sagt að 97% af fyrirtækjum vilja vel og eru náttúrulega þurfa líka sem eðlilegt líka að hámarka sinn hagnað en þá það spurningin hvenær
hvenær nóg og þar kannski eru einhverjar átakalínur milli neytenda og þessara fyrirtækja og það má heldur ekki gleyma því að til þess að flækja þetta enn frekar hér á Íslandi þá eru náttúrulega stærstu eigendur allra þessara stór fyrirtækja eru lífeyrissjóðirnir okkar sem eru raun og veru sko við í framtíðinni af því að lífeyrissjóðin eiga að tryggja framtíðar tekjur okkar þegar við tökum lífeyri og þannig og lífeyrissjóðirnir eiga stærstan hlutan í þessum fyrirtækjum og þar að leiðandi bera lífeyrissjóðirnir líka mjög mikla ábyrgð og rauninni má segja að sú stefna sem þessi fyrirtæki reka sé í raun stefna lífeyrissjóðanna. Lífeyrissjóðarnir hafa svona hingað til vilja vera svona aftursætinu og ekki skipta sér mikið af en ég segi bara að það gengur ekki að þykjast ekki hafa ráðaninu þegar þú átt til dæmis meiri hluta í einhverju fyrirtæki heldur verður þú að taka ábyrgð sem eigandi á því sem fyrirtækið gerir og þeirri stefnu sem fyrirtækið heldur úti þannig að sko eigendurnir þar á meðal lífeyrissjóðirnir sem eiga stærstu hluta í flestum þessum fyrirtækjum þeir bera ábyrgð á launastefnunni á verðlagsstefnunni og bera ábyrgð á því hversu miklum hagnaði þau krefjast af þessum fyrirtækjum. Já. Hann sagði hann Runólfur hérna í spjalli við mig í síðustu viku að það væri kaldhæðnislegt að hann brýndi íslenska dísel- og bensínkaupendur til þess að versla við Costco amerískan auðrisa. Já, ég meina það er það sem eitt af fáum tækjum sem við höfum sem neytendur bara veskið okkar og við eigum bara að beina viðskiptum okkar til þeirra bæði náttúrulega sem selja okkur ódýrt en líka sem stunda þá bara reka þá viðskiptastefnu sem okkur hugnast. Veitur, þær voru að hækka gjaldskrá eiginlega sem að meira heldur en nokkrum datti í huga geti gerst. Hefur leitað skýringa á þeim? Við höfum ekki leitað skýringa beint til þeirra nei en þetta er eitt af þessum sem við furðum okkur á að af hverju í ósköpunum þetta að hækka svona mikið akkurat núna og við erum að leita skýringa á því hjá Orkustofnun og víðar þar sem heimilar þessar verðhækkanir. Já, maður skildi ætla að svona opinber fyrirtæki þeim bera að sína sérstaka samfélags ábyrgð á þessum viðkomum tímum samanber það sem við vorum að ræða með verðbólguna og vextina. Og sér í lagi þar sem þessi fyrirtæki mörg hver hafa skilað mikilli arðsemi til og greitt út arð langt umfram það sem við teljum vera eðlilegt og heimilt samkvæmt lögum að veitufyrirtækin hafa mjög takmarkaðar heimildir til þess að greiða út arð til eiganda sinna og þá ef að þetta hækkunin kemur til vegna þess að það þarf að byggja eitthvað upp vegna þess að það er búið að greiða svo mikinn arð út úr fyrirtækinu þá þetta raun og veru bara auka skattur á okkur sem ætti þá að taka frekar í gegnum skattstofna en sem arð út úr þessum veitufyrirtækjum. Heldur betur. Ég veit að þú átt annríkt í dag, það eru örugglega mörg verkefni sem bíða hjá þér á skrifstofunni Breki Karlsson, en kæra þakkir fyrir að koma. Bestu þakkir sömuleiðis. Og áfram göngum við götuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.